við erum búin að flytja fullt af fólki, fullt af ungu fólki hérna sem ekki talandi á íslensku. Nei. Það kemst ekki inn í skóla. Hvar á það til er? Þú veist, við erum að fara sko beinustu leið eins og Svíarnar og Danir. 95 heimsótti ég lögregluna í Danmörku og þá spurði lögreglumaður mig, ég gleymi þessu aldrei, og þá fórum við í bjössaðið mitt og við vorum að velta fyrir okkur hvernig við vorum að byrja með þetta hópastarf og svona. Það var rosalega flott prógram. Hann spurði, eru þeir farin að stinga okkur aðra? Þá sagði ég, nei. Eru þeir farin að stofna svona gengi? Nei, það var sko 94 eða 5, ég man ekki hvort það var. Já. Hver er staðan í dag? Einmitt. Hann sagði líka, bíðið bara, þetta kemur. Hversuna heldur þetta sé að gerast? Hver heldur að sé svona, þú veist, megin ástæða? Margar skýringar. Vélvæðing, hraði, samfélagsmiðlar, skólakerfið. Það er svo rosalega margt. Ég fór, veistu hvað, ég er á þeirri skoðun, þá engin lögreglumaður og útskrifast á Íslandi nema að hafa verið með svona pjakk eða einhverja píu sem er í áhættu í afbrotum, sem unglingur í tilsjón að lágmarki 3-4 mánuði. Já. Bara til að komast inn í hugarheiminn, átta sig á hvernig veröldin er og þetta er frábær leið til að læra samskipti og tækla börn í vanda. Ok, af hverju segi ég þetta? Þannig að ég sá þetta í Danmörku. PUK stendur fyrir Politisk Ungdomsklubb. Þar var það þannig að það voru svona gæjar, einhverjum peyjar, kannski 12, 13, 14 ára, sem voru svona fann að míga utan í hennar gengja heim. Já. Og þá voru lögreglumenn að taka á að sér í tilsjón, spila með körfubolta eða fara í borðtennis eða gera eitthvað mótorhjól. Voru með braut. Þau voru að keyra mótorhjól, skilur. Og þetta var tilsjónin. Og þetta voru lögreglumenn, þetta er forvarnavinna. Þarna eru menn og þeir hafa gaman að þessu. Já. Þetta virkar. Út í Bretlandi, Youth Offending Team, ég hef búin að segja þetta svo oft, ég veit ekki hvort að hlustundur nenn að hlusta á það. Já, bara endilega. Ég ætla bara að taka eitt dæmi. Drengur kveikir í gámi og skólalóð. Og heldur hann fari bara í yfirheyrslu og satt skam? Nei. Það er fenginn maður, það er sem sagt dómari, tilsjónaraðili, lögregla og foreldri, og svo barnið. Hann þarf að fara í gegnum fræðslu hjá slökkviliðinu brunavarnir og hættuna í að kveiki í. Já. Hann þarf að vinna með húsverðinum í ákveðin tíma bara til þess að átta sig á skemmtum. Og bara, þú veist, common sense og fá tengsl og fleira. Dómarinn er ekki einhver með hárkollu, sko, í einhverjum svona sem situr uppi. Það er kannski dómari sem er búin að koma eftirlaun. Sem tekur að sér í sjálfboðavinnu. Það er eitthvað sem við Íslendingar gerum ekki mikið. Nei. Nema svona skátum og Lions eitthvað. En þarna erum við að tala sko, tekur að sér í sjálfboðavinnu að dæma drengi. Ef að drengur sýnir raunverulega iðrun og vinnur í sínum málum, segjum hann sig lesblindur, get ekki skrifa, þá er hann með tilsjónamann með sér sem hjálpar honum í því og fari ekki allt ferlið. Svo er skiluð skýrsla í lok af þessum aðila og það er tilsjónaaðilinn sem ber ábyrgð á því. Já. Og þetta má ekki taka meir en 3 mánuði eftir brot. Ef það tekur lengri tíma en 3 mánuði, þá er tilsjónamaðurinn ábyrgur. Ekki barnið, ekki kerfið, skilurðu? Já. Þessu fylgt eftir.
Og ef hann sýnir alvöruiðrun, þá fer skýrslan í tætara og hún truflar hann aldrei aftur í lífinu. Hins vegar ef hann brýtur af sér, þá þarf hann að fara að mæta fyrir hárkolludómara. Já.